RMS og Bondi hérna, mættir. Þú fara yfir úrslitakeppnina, ljósleiðaradeildinni. Já. Heitir hún ekki ljósleiðaradeildin? Eða þá? Jú, ljósleiðaradeildin. Sumt veit maður. En hvað, við byrjum á morgun, KBJ. KBJ Þór á morgun. KBJ Þór á morgun. Við erum komin í 6 liða úrslit. Vekka og Dusty komin beint inn í semis. Já, það tók okkur svolítið tíma að finna út úr þessu. Já, 6 liða, ég hef aldrei heyrt 6 liða, en... Þetta nýja sittið. Þetta skemmtilegt. Nýtt setup. Já. Þetta sést þau spila upp á... Að komast í undanúrslitin. Já, á móti Dusty. 6 liða úrslit. Já, hvað höldum við með þetta? Sko, bæði liðin endur þetta svolítið sterkt, finnst mér. Já, unnu held ég alveg Síðustu 2 leikina sem þetta lent í Dusty að þannig á milli, sem er önnur skeppna í þessu. Já, erfitt svona. Já. En svo náttúrulega Þór fengu inn blaster, hentu Viktor út. Já. Og hafa komið sterkir inn. Það er líka, þetta er svona sama eins og með new manager bounce í boltanum, sko. Þetta er svona... Kemur svona ferskukappi. Kemur ný orka. Já, líka risa unit. Já, alvöru ískápur, sko. Þannig að það verður gaman að sjá. Ég held að þetta var alvöru rimma. En ég er með svona, með sú saga sem verður á 50-daginn, ég er svona, með grunar alveg sögu, sko. Söguvinn? Já. Já. Svona maður heldur, þetta er svona oft þegar nálgast úrslitakeppni einhvern veginn, þá vaknar sagan, sko. Já, svona stóra liðið í Já, einvíginu. ég held að spila annars bara einu sinni í viku, það er bara leikurinn. En svona Já, núna... já, það sem, þeir tala þannig allavega, það hljóta samt að fara að hita aðeins upp fyrir hérna. Ég er að segja það, ég held að sé að spila núna, sko, fyrir fimmtudaginn. Písa kannski svona, já. Og hérna, já, það verður áhugavert. Við þurfum einhvern veginn að reyna að hnoða einhverja seðla í kringum þetta. Já, við þurfum að gera það, sko. Það er alveg 100%, sko. Hvað heldur með, ég veit ekki, mér finnst það drullu erfitt að sérstaklega með ef við förum aftur í Þór KBJ, sko. Þetta season er líka bara búið að vera erfitt. Það er svona, þú veist, Dusty er búið að tapa 2-0 móti Hyper. Já. Úrslitin er búin að vera einhvern veginn alls konar. Þetta er bara svona pínsteikt hvað það var það, sko, að við lentum, sko, ég veit ekki, þú veist, það var bara verið að tollera okkur viku eftir viku þarna síðast tímabili með seðlana, bara through the roof, sko. Þetta er nú alveg búið að ganga ágætlega núna, en það vantar alltaf svona hæslumunin. Já, þetta er alltaf þessi eini leikur, sko. Já, eina mapp, jafnvel. Eina mapp, já. Það sem maður er aðeins svo horni og tekur -1-5. Já, hvað myndirðu halda með... Fá hærri stöður. Hvað myndirðu skjóta á að betti væri í Þór, maður sjá, þetta hérna, Þór KBJ? Sko, ég myndi vilja búa til eitthvað bilder. Já. Og ég myndi vilja hafa Mozart over. Ég myndi vilja hafa over 2-5 upp. Já. Og... Eitthvað meira í því. Flett eitthvað í kringum það. Eitthvað alveg flettu, sko. Gera eitthvað svona 8-9 stöðul, sko. Já, við ætlum að reyna dundurum við sinna á Epic á vonandi á eftir. Já, síðasta lagi hádeginu morgun. Já, þetta er náttúrulega á morgun, já. Við þurfum að, hvað með sögu... Það er ekki, Vargurinn, hann er ekki alltaf að fara að mæta, einhvern veginn. Já. Hann fyrir eftir hvað línu hann verður á. Ég er náttúrulega mjög hrifinn af player kills eins og kannski veist. Ég er ekki búinn að missa leik hérna síðustu 2-3 árin, sko. Nei. Já, það er gaman að fá það inn. Við verðum að lemja það í gegn. Já. Lemmi það í gegn og ég held að Saga tæki þetta bara 2-0, sko. Já. Ég veit ekki hvað það er. Myndirðu segja þetta veri elsti, besti íslenski síðaspilarinn og yngsti besti? Já, jú, klárt, sko. Hvað er Vargur gaman? Ætli þetta sé ekki bara blikk í öðru veldi? Það er kannski ekki alveg, kannski sinnum 2 frekar. Já, þú veitur sinnum að blikk, ég held að ná ekki einu sinni Varg. Nei, það verður gott. Sús voru líka heitir, þeir 2-0 sögu daginn. Já. Og hérna, Eimstar gæðin líka, hann er búinn að koma ávart líka. Ég held ég Lukkuláki eða eitthvað. Þetta er ekki Sikko gæðin? Nei, þetta er sami gæðin. Þetta er sami gæðin? Það var síðan 37. En getur þau tjekkað hvaða blikk er gamanlega? Já, ég held að sé... Hann er ekki bara 17, 16. Ég veit ekki hvað sem er bílbrá, sko. 17 kannski. 17. Já, þú getur sinnum 2, hann er ekki Varginn. Nei. Þetta eru miklir gabbar. Miklir gabbar. En svona tímabilið í heilsinni. Já, hvernig, við reyndum alltaf að spá í spilin. Já. Gekk allt í lagi. Það gekk ágætlega, sko. Meina safety, segir þetta, hann lenti nú alveg nokkru sinnum. Já, komin á milli. Já. Þú veist, Ía endur neðstir. Já, ég myndi segja, bestur þar, langt bestur, finnst mér, er hérna Delulu. Já, sem kemur svolítið óvart, þegar við fengum VJ, sem var drullu góður í fyrra í KBJ. Já, þannig að það er svona... Hann var vonbrigði fannst mér með þessu Ía-liði, sko.
þeir tókast þetta oft mapp á móti Vesturljóðan. Já, svona 1-1. Þú veist, töpu öllum nema einum held ég, minnum mig. Já, var það staðan. Svo var svolítið steikt og sem kemur óvart að, sko, Hyper endur næst neðstir. Já, sem komur óvart. Og vinna alltaf, fannst þeir vera að vinna alltaf eitthvað. Og vinna svo, Dusty 2-0. Dusty 2-0. Stöðlan af því var svona, hefði verið 501, sko, en hefði verið til. Já, það var eiginlega ekki stöðla, það er rétt. Já, ég held ekki, ég held að það var bara mínus 1-5, það hefði verið plus 1-5, sko. Já, þeir eru samt alltaf segir, hægir, við höfum oft spilað við á. Já, það er líka búið að vera einhver... Ég er mjög góður á mótið ef þetta. Búið að vera eitthvað alveg drama þarna á tímabilinu, heyrðist manni. Þeir eru með kýróprattarinn þinn. Kýróprattarinn minn, já. Já. Þú fyrst alltaf góðar upplýsingar þar. Já, þú var ógeðslega að fyndi því ég fór þarna, manstu morgunni sem ég sendi þér alltaf að taka Hyper mínus 1-5. Alveg svoleiðis nullaði á það og svo mæti ég til kýróprattar sem var eitthvað að tala um það, þá var hann alveg brjálæður skapari þegar hann tapaði 2-0 kvöldin á það. Já, leikur er búinn. Já, þannig sem betur fer. Náðu ekki að hólka það? Nei. Og þá var alltaf rísi drilla á sig líka, auglýsti leikinn ekki neitt, enginn vissi neitt. Nei, það hefði alveg mátt Og svo kom það í ljós að það voru margir sem að greinilega vissi þetta sko og svo 10 kvöldið eða eitthvað, þá var hrúa svoleiðis á plussin á, hvað lið var þetta? Ía? Nei. Jú. Nei, þetta var þetta Ía? Jú. Ía við tölur út hefur. Já, er það ekki? Alveg rétt. Það var daginn áður. Alveg rétt maður, já. Það var fullt af peningum sem fóru á Ía. Doddsum kúlu þar samt, sko, það var við. Við gerðum það, sko. Og þá var hann alveg brjálaður, tók vel á mér, sko. Já, þetta er En skemmtilegt lið samt. Já, og þetta vantilega, sko, það var svolítið erfitt að fá alveglega upplýsingar sko, þeir vantilega fara í play-off. Já, að haldast í deildinni. Já, við fyrstu deildina, já. Ég held að sé eitt lið sem fer beint upp á fyrstu og svo held ég að annað og þriðja eða eitthvað fara í play-off. Á móti næsta. Já. Þetta er svona flækja hjá okkur hérna. Við erum ekki alveg með fyrstdeildina hreinu, við þurfum að skoða það betur. Já. En svo fer restin, þetta er bara 2 lið sem fara ekki restin fyrir úrslitakeppnina. En myndir ekki segja að við myndum taka bestan hvað þetta er? Í Hyper. Það er alltaf Snowy. Svo myndi ég segja að kýróprattarinn komið svona, hann er honorable mention. Já. Og náða hann hnykkjaði vel. Já. Þannig að þú varst einhvern mjög skrítin í hnykkjun, var ekki verið að hnykkja á olbóan eða úlliðurinn? Já, úlliðurinn. Hvað er þetta? Gólfúlliður. Að fara í kýróprattar á úllið? Ég fekk svona höggbylgjur hérna. Þetta er að versta sem ég lenti í, sko. Ég skil alveg þetta er vont, en bara mér fyndi að, þú veist, ég myndi aldrei fara til kýróprattars. Ég spurði hann rettar öllu. Ef ég meiðist úllið, fara í voltaren, kannski sjúkraþjálfun. Já, gott að fara í kýróprattarinn, sko. En þetta er ekki, hann er ekki bara kýró, hann er líka sjúkra, sko. Hann nuttar og allt þetta. Hann er allt. Þetta er ekki bara, þú veist. Ok, þetta er einhver hybrid. Farinn, sko. Ok, ég fíla. Það er alveg hálftíma prógram, þetta er ekki 5 mín, sko. Nei. Já, þetta er svoleiðis. Þetta er ekki bara eins og þegar ég fór bara og brakað og... Braka út. Það fannst mér alltaf líka, sko, sama. Maður mætti kýróprattars, drepast, þú veist, það skipti ekki máli, sko, hverjir komu, einhver slæmur í baki, hné, alltaf sama meðferð. Alltaf sama prógrami. Braki, mjóbaki, hálsi og aftur á morgun. Ég veit ekki. En næsta lið, allir Saga, ef við förum í sögu, byrjuðu við vel eða ekki, tímabilið? Eða hvað? Nei, byrjuðu að tapa mútið Dusty held ég. Já, ég heyrði það, byrjuðu vel. Já. Já, en svo voru þið svona... Já, svo kom ágætisrönn og svo svona, fannst mér að enda ekki nógu vel. Nei, við tókum þá reglulega á Epic, við vorum að treysta oft á þá. En þetta er bara sagan endalaus, sko, þetta er alltaf gera öfugt við það sem maður vill, sko. Einhvern veginn segir í núkinu, það ekki? Mjög segir í núk. Jú, bara, þú veist, svona overall mjög segir, en mjög þreyttir og pirrandi einhvern veginn, sko. Æfa minna, kannski. Æfa lítið sem ekkert og þú veist aldrei hvaða sögu þú færð, sko. Það er bara búið að vera þannig bara síðustu 5-6 árin, sko. Er ekki, samt, Krakken sjálfur búinn að vera Krakken er búinn að vera góður, sko. Hann alltaf spilar, sko. Hann spilar, sko. Hann spilar meira en ég spilaði þegar ég var 13-14 ára, sko. Já, hann er grjótarður. Strímar svo bara geggjar að því. Bara 4:30 til miðnættis. Svo fyrir í vinnu og hann er mættur aftur. Já, þetta er fucking hart, sko. En ég held að... Nagli, sko. Það hendina fyrir. Já, hann er bara bestur þar. Já.
Ég veit ekki, þú veist, Birnir þegar hann hefur komið inn, já. Hann spila einhvers staðar á meginlandi Evrópu, ekki? Hann bjó náttúrulega í Breitlandi, sko. Ég held að hann búið sem í Íslandi núna, sko. Já, ok. Gæti svo sem verið. Ekki 100 á því, ég ætla ekki að fakta. Ertu með þetta hérna? Hvað? Þannig að... Það er það? Já, deildina. Stöðuna. Já, hérna. Já, handskrifað. Sick. Það er allt handskrifað, kallar minn, sko. KBJ, það er svona lið sem maður... Það var rosalega vonbrigði, sko. Framan af allavega. Já, endur vel samt, sko. Já, töpuðu bara, byrjaði að tapa nánast öllu. Unnu fyrsta leikinn manni á móti eða eitthvað, klóruðu sig gegnum hann. Já. Svo kom við einhvern taprina, bara hitti mömbuna í sáninni, reglulega í Mosó. Það var bara útflúningar, sko, bara að byrja að tala um bara eitthvað allt annað, sko. Já, það er Mamban, hann er líka búinn að vera, fyrst mér, vonbrigði, sko. Já, nema þegar hann fær döstið, hann er svona einhvern veginn. Já, og Edison, hann er búinn að vera, fyrst mér, mjög segur svona upp á síkastið allavega. Já, segur. Og þeir eru búin góðir í síðustu leikjum. Já. Unnu, söltuðu Sögu. Já, unnið á 2-0. Já, og einhverja fleiri góða. Þegar okkur vantaði plúsin. Og unnu Sús líka 2-0. Þegar okkur vantaði plúsin fyrir Agroseðilinn, þá ákveðu þeir að tapa 2-0. Já. Þannig að svona heilt yfir þetta búið vonbrigði KBJ, en þeir geta reitt íma sjálfa sig á morgun. Já, ég held að þetta er eitthvað mest í svona 50-50. Leikur söguna bara. Já, það verður gaman að sjá hvernig það verður. Já. Næstir voru, skal ég ykkur segja. En hvernig finnst þér svona tímabilið yfir heildsinni? Finnst þér þetta of stutt? 6 vikur? Sko, mætti þetta ekki vera dögg? Mér finnst þetta gaman að horfa á þetta og gaman að veðja á þetta. Ég er náttúrulega, mér finnst þetta stutt, sko. Mér finnst þetta stutt, sko. Af því að, þú veist, svona reyna einhvern veginn að ég veit ekki hvað það er sem var hægt að gera, sko. Því núna er þetta, held ég, 8-7 vikur, eða ekki? Þetta eru 8 lið í deildinni. Þetta tegist alveg núna smá, sko. Því nú kemur, þú veist, það eru 2 leikir núna, 2 í næstu viku. Og svo endar þetta í lok mars þarna laugardaginn. Já. Það sem það er að stappa hérna á MFG. Ég veit ekki, einu sinni var þetta alltaf best of one. Það er kannski off, ég veit það ekki. Já, náttúrulega fyrir okkur sem erum sko, finnst gaman að setja krónur á þetta. Það verður þetta best of 3. Já, saman því. Annars er ekki stuðlar. En ég veit ekki, 2 fyrir. En þú veist, það mætti tróða aftur, mannst ekki hefa spilað á laugardögum. Bara voru 7 leikir á laugardögum. Já. Það vantar aftur, já, og bara heil umferð. Kom ekki innan umferð núna? Nei, engin. Ekkert að bara spila á virkum. Já, föstum, það var líka langmest áður. Já, bara eitthvað svo leiðis. Föstudagskvöld mestu svona CS. Já, bara einhvern veginn að fá þetta inn í helgarna líka. Þú veist, jafnvel sunnudagar, sko. Já, bara eitthvað. Já, það mætti vera aðeins meira, ég er alveg samlega því. Þú veist, það mætti tróða inn kannski 2 umferðum eða eitthvað helgar, sko. Já, en þetta tegist eitthvað eins, hvað? Svo kemur frí í sumar og svo byrjar þetta aftur næsta haust. Já, ætli sé ekki svoleiðis. Við kannski förum að mæta aftur til leiks. Já, og svo líka vantar bara aftur svona að risa LAN, sko. Já. Fá þá stemmingu aftur, sko. Vera bara með Dominos pizzinu á Mountain Dew. Það búið eitthvað svona online hérna, búið eitthvað reyndar hérna í NLG, búið að vera eitthvað svona kvöld sem er helviti gaman að vera eitthvað hérna. Turbo Cup, hvað heitir þetta? Já, það var kappa, sko, við erum alltaf svo svaðalega hátt ílóðaðir, sko, við gáttum ekki mætt. Nei. Ég held að við þurfum svo að fara skrá okkur aftur til leiks. Já. Við hefum sótt einhver stigarn í deildinni. Kannski ekki síðustu mánuði með hvernig ég er búinn að vera að spila. Nei, en kannski aðeins undan því, sko. Já, þetta gengi ágætlega. En þú ert komið með... Ég kom í slömp. Já, nýja móttu samt. Nýja hníf. Nýja hníf og hanska. Já. Ný mús á leiðinni, við skulum sjá. Það ætlar að fara í nýju Logitech, Já, bara bí eftir henni. Hún er uppsett allstað. Ég veit það. Sko, Logitech.com, sko. Best Buy. Buskus, allstaðar. Max Gaming og allt, sko. Ég er að biðlist allstaðar, sko. Já, þannig að við þurfum að fá það. Ég talaði líka við að maður gerir vinna hérna í Elko og bara... Ætla hann taka frá, eða? Já, bara húka upp þegar hún mætir, sko. Já, heyri ég hún líka. Kostar jafn mikið á borðtölva, sko. Er 40 kall, eða ekki? Held það, sko. En ef við förum í Þórsarana, þá þeir enda í hvað, 4. Já, það er rosalegt, sko. Þeir byrjuðu rosalega illa, sko. Já, það ekki líka, já, byrjuðu svona svipað á fyrstu umferðina, voru allir að vinna alla og það var vonlaust að... Þetta var svona aðeins, svona meira eftir blaði fannst mér í restina af tímabilinu, sko. Þeir voru
voru orðinir góðir í lokin. 2-0 Vega. Bara líka eftir að ískapurinn kom inn. Já, Blasterinn. Hann alltaf seigur, sko. Já, það pissa, sko. Skemmtilegt lið, sko. Já, það svona, ég held ég sé líka aðeins búin að vera að spila. Ég sá eitthvað, Blaster og Bjarni voru í eitthvað duo-kjúi. Já, bara 3 nótt. Já, miðvikudegi. Bara, Anubis bara skítapa í mandarétt, sko. Þannig að það heldur gott. Já, þannig að þeir eru bara svona segir, geta unnið alla einhvern veginn. Já. Þeir svona vera alltaf liðið svona, tók alltaf mappa Dusty fyrir eða svona oft eitthvað. Já. En kannski ekki, en mér minni það. Jú, þeir voru, ég held að Bjarni, hann alltaf bara gamall Dusty maður og hann elskar að spila mótið þeim, sko. Já, sammála. Sko, Sús endi í 3. Þú vil það óvænt. Er þetta rétt skrifað upp í það? Já, það held ég. Segir endi í 3. Það held ég, það tjekka því. Já, eða þú veist það lítur að vera. Þetta er bara 100%, sko. Ég ætla ekki að segja 100%, veitu. Já, það ekki? Það er rosa. Já, ég hef ekkert að spá í því. Ekki heldur. Og hvað þú veist, þeir vinna allavega þeir vinna sögu og væntanlega vinna einhverjum fleiri, finnst þeir í 3. seti, ég held að það sé bara að vinna. Þeir vinna... Þeir, Unnu Þór. Já, einmitt, Þór, Hæper. Þeir sérðu hvað þetta er svona djöpp dild, maður. Þetta er rosalega. Muna ekkert í stigunum. Nei. Næs að sjá ekki stíginn, sant? Það er ekki ekki, ég sá þetta svona aðan. En þeir eru með svona einhverja young bloods. Þetta er svona eina lið sem ég þekki bara ekki neitt. Nei, þetta er... Þú veist, ég þekki alveg nöfnin, bara að horta á þetta, en þetta er svona einu sem... Þú manst nú eftir Icy Spicy hérna í Dusty allt í einu fyrir 2 ára síðan. Rex hefur líka spilað fyrir Dusty, þetta var allt eitthvað Dusty Academy pjakkar, sko. Já, Tópas, hann var í Dusty. Já, ég er að segja, þetta er allt eitthvað svona ungir gæjar sem voru í Dusty Academy, sko. Já, þetta er basically food e-sport, okkar íslíka. Já. Það er búin að segja, Blikkarinn hann er bara að fara, þú veist, hann er ekkert að fara aftur út eða eitthvað. Hann er í einhver akademíliða. Jó, hann var alltaf í Más Akademi, hann er ekki þar lengur, hann er í... Fór í eitthvað annað? Já, ég man ekki hvað heit. Ég er ekki með það. Góðar upplýsingar hjá okkur. Já. Gott take. Já, menn þeir eru allavega klálega svona komið mest á óvart væntanlega í deildinni. Ég vissi að lendi 3. en ég sá þetta ekki, sko. Ég sá fyrir mig, sko, fyrir tímabili að maður væri bara að fara að móka inn á Epic með því að veðja móti þeim bara alltaf. Móti þeim og móti, svona alltaf kemur Blikk svona svolítið óvænt inn í þetta. Hann átti bara að vera á bekknum einhvern veginn. En spilaði svo bara 6 af 7 leikjum eða eitthvað, sko. Já. Það eru segir. Já, þeir ljótaðar að spila svolítið mikið líka. Blikk er bara svo bara bestur í sliði, sko. Já. Þú veist. Það eru samt segir þarna, eitthvað pressi og eitthvað svona kunnuleg. Já, þarna Lukkulags eða Imstar fannst mér svona gæinn sem var svona næst bestur þarna fannst mér. En svona í heild sinni var þetta bara Blikk langt bestur og bara svona, þetta ekki, solid gæjar bara. Blikk hætti í akademíu ens í janúar. Hann hætti í ens, það var ástæðan, sko. Ok, hann var í ens akademíu. Þess vegna hann spilaði alltaf stíðus leiki, sko. En hvað, þú veist, þarf ekki að fara að koma Íslending í alvöru lið? Það voru ekki að meina í... Hann var svona næsti og er næsti ennþá, sko. En ég veit ekki af hverju hann er að hætta, sko, eða hvort hann hafi látið hætta. Nei. Hvað myndirðu segja með, þú veist, að mann finnst svo margir einhvern veginn svona í bestu liðunum, þú veist, bara, þú veist, settu tón í einhvers staðar bara í Más, eða þú veist, að ég veit ekki, eða eitthvað svona, kannski ekki alveg Más, en svona... Ég veit ekki, ég sé lengar svona einhvern Íslending núna, sko, nema bara, ég sá Blikk hérna fyrir 2 ára síðan að hann geti orðið algjör skepna, sko, allir Vargur sé ekki bara líklegastur. Já, hann alltaf hefur svona, hann rífur kjaft við þessa kappa og beysir þetta bara, sko. Reynir að stjórna þeim. Ekkert fyndnara, sko. En Vegatech, öðru seti, samt alltaf með bara eitthvað line-up, veit ekki hver að spila. Stundum, Deathkick spila stundum Brian. Einhverjir fastur á Akureyri, aðrir á námskeið á Akureyri. Já, bara eitthvað hjá þeim, en samt einhvern veginn alltaf. Það eru ólsegir, sko. Já. Og vanalega, þú veist. Bestur þar, Vírus bara. Já, jú, ég held að alltaf solid. Spila alla leikina nema þegar maður fastur í vél á Akureyri. Sörk segur samt svona alltaf. Svo þegar Brian spilar, þá er, þú veist. Mér finnst þeir eiginlega miklu betri þegar Brian spilar. En mér skilst að, Brian, hann er ekki að fara að spila semi, sko. Nei, þannig að það verður þá Kitty Disco, Deathkick, Toxic, Sörk og Vírus. Já, ok. Þannig að hann munar alveg svolítið, sko. Já, hann er alltaf helviti góður. Já. En þeir eru bara svona seigasta lið deildarans. Já. Og bara einhvern veginn. Ég veit það.
ekkert fancy einhvern veginn, en bara Nei, finna þetta og mæta með einhvern aldrei eitthvað blitz, bara malla þetta. malla, Já. sko. Einmitt. Þeir eru alltaf komnir í beint í undanúrslitin Já. og það þá, svo er það bara Lenda á Dusty- móti Já. Þór eða KPJ, það ekki? Jú, nei. Þeir fá Sús eða Sögu. Já. Þannig að það alveg, finnst mér svolítið, Já, þú veist, þetta er náttúrulega, já, þeir ég eru sé að rönna vel, Sús og Saga að sleppa við akkurat, sko. Dusty annarkvort liði, sko. Já, Þannig að, en svo er bara besta liðið, Dusty. Hvað þeir unnu alla nema, nema Hyper. já, töpu 2-0 þar. Og maður sá líka svona smá eftir Hyper-leikinn, þú veist, þeir voru ekkert að tapulega leikinn, Nei. sko. Og töpuðu þeir mörgum möppum? Töpuðu þetta í einu mappi í viðbótar, held ég. Einhvers Eða staðar. hvort þeir hafa tapað einu mappi fyrir Hyper-leikinn og töpuðu svo ekki mappi eftir það. Það getur verið. En þeir eru bara langbæstir. Já. Getur þú að fakta, Birkir, eða? Ég held að það sé rétt hjá mér. Já, getur alveg verið. Og við erum með Tony Tony besta bara, leikinn, veist hann alltaf. alltaf góður. Og svo átti Rafleif svona, fannst mér, svona sínum upp, sko. Já. Töpuðum á móti Sús. Var það ekki fyrir? Töpuðum. Það var leikur eftir Hyper. Var það beint eftir Hyper? Einn á milli. Ok. Töpuðu á móti Sús. Já. Sús varðinni segir. En hann setja heilt yfir langbæsta liðið. Held ég langbestur. Ég heldur vinnið þetta bara aftur. Já. Samfæri, alltaf sé ekki best of 5 í hérna... Í Finals, jú. Finals. Sem er að spila hérna í Next Level Gaming. Já. Það verður fylla kofan þar 28. mars, laugardagur. Já. Þannig að þetta verður heldur gott. Hvað? Við erum með Þór, ef við förum létt yfir þetta. Hvað? Við erum með Þór KPJ á morgun, kl. 7, Sús Saga, 5. Svo bara aftur í næstu viku, 3. og 5. Við verðum með stream á 5. Verðum að, Já, við verðum með svona létt votsporti á, á Twitchinu. Já. Hvað? Það er Sús Saga já. og en svona ef við tökum bara 1x2, þú veist, hvernig ef við ættum að búa til Ég ætla að segja Þór vinni Þór vinni, og ég ætla að segja Saga vinni. það sé að Saga vinni. Mér grunar þetta verður, að þú veist, þetta verður stuðlað frekar jafnt væntanlega. Bæði held Þetta ég, er, mér finnst þetta bæði vera bara svona eiginlega 50-50. Já. Þannig að þetta er svona spurning hvað við þurfum að, það kemur inn á Epic og jafnvel, Við ætlum að fá playersinn. já, fá player Ég held kill. að ég verði svolítið í players. Já, það er heldur skemmtilegt. Já. Þannig Og að, ég er með svona nokkra gæja sem ég er með í hausnum, sko. já, ég horfi strax í blasterinn, sko. Já, þú ert orðið blasturinn? Já, ég held að það sé alveg bara, Ég held að hann verði ekkert að brjálæslega að horfa í línu. Ég var að skoða leikina sem hann spilaði, hann var ekkert eitthvað já, að blasta serverinn, sko. Ég held að það sé 12-5, 13-5, sko. hann var 13-5. með svakalegt í senasta leiknum. Já, það? Nei, Jú, hann er það bara heldur. búinn að vera svona svona miða Ég töflu. held að hann var efstur í þessum seinustu. Bróður Bríetar, hann er yfirleitt mjög góður, sko. Já, Mozartinn, já. sko. Hann er ólsegur. Hann er líka bara eitthvað hæsta íló bara sem ég sé. Það? Sko munurinn, hvernig þeir spila Face It og við, er gigantískur, sko. Það er eins og þeir séu ekki að reyna að vinna. Ertu að meina það? Nei, það er bara svo þeir séu ekkert eðlilega mikið að reyna að vinna, sko. Meira en við, sko. Ok, wow, ég held að það væri svona, Nei. Lastur var 16 og 25 í sensta leiknum. Já, ok, hann kofir það bæði. Ok. þetta er það sem ég var að tala um. Ég held sér að horfa það leikinu undan þegar kom Já. fyrst inn, sko. En við þurfum að búa til seðla fyrir þessa viku sem er þá bara þessi 2 leikir. Ég væntanlega að reyna að hafa stuðlinn aðeins lægri, þannig að það sé bara Það er bara þú. örugt. Það er bara, þannig ert þú og þannig er ég. Já. Þannig að við þurfum að finna út í því. Svo spurningum við hendum í draumalið eða svona all-star draumalið hjá okkur á tímabilinu. Hvað, þú veist? Fyrstur á blað, það er alltaf Tony, held ég. Held að hann sé bara búinn að vera bestur. Já, ef heilt við yfir. hendum inn bara svona til skiptis, kíkja á þessa kappa hérna. Já. Ég held að þú veist, er ekki vargurinn. Er hann ekki alltaf góður? Jú. Er hann ekki alltaf búinn að vera svona með þeim? Ég held að það sé bara mjög gott pick. Ég held að, minnst alltaf einhvern veginn enda eftir, enda eða eftir, svona já. með fætíkata. Sammála því. Sko, það veistu, maður horfir í vekka í öðru sæti deildinni, þá ætlum ég að taka Vírus. Já. Hann bara spilar alltaf einhvern veginn. Já, alltaf góður. Alltaf góður. Já. Ég held að það sé alveg verðskulda. Já. Við verðum að hafa einhvern í sús. Þeir eru í 3. sko. Já. Er það þá ekki blikk? Er það... Það kemur eiginlega engin andi greina, sko. Nei.
Það Blikk verður að vera þarna. Já. Og Hvað viltu enda þetta? ég vil bara taka Rafli líka, vappan í Dusty. Já, alltaf langt besta liðið, þannig að það er ljóst. Þannig að þetta þarf að vera í Dust, þetta er eitthvað double up setup. Já. Þannig að þetta er í Dustinu, City. Já, einn á bíl og einn í mitt. Já, þetta er eiginlega, já. Þannig að við spilum bara City Dust með þetta lið. Og Vargur klára beltið bara eftir 5 sekúndur. Já. Þetta er alveg þannig. Já, þetta er heldur gott. Já, mér líst vel á þetta. Og svo bara... Heilt yfir, vonbrigði season fannst mér er KBOð. Fyrst þeir áttu miklu meira inni fannst mér. Já, maður held einmitt, þeir væru svona jafnvel næst besta lið, næst til 3. besta. Sem þeir kannski eru, sko, þeir eru gæti alveg mætt núna í úrslitakeppni. Já, bara svona með hvernig voru fannst mér á síðast seasonu, já, fannst mér bara lélegir núna eftir að Óli Óverkur kom inn og... Já, maður held að þeir eru betri, sko. En þeir eru búin að vera góður í restina, þannig að ég held þeir... Þú heldur þeir bounce back? Já, gæti alveg unnið. Ég held sem mesti 50-50 leikur bara í heimi. Já. Þór KBO, þannig að við þurfum að leggjast yfir gögnin þegar seðillinn kemur inn, sko. Já, ég sammála því. Þannig við náum kannski ekki að... Og Sús kannski koma mest á óvart, ef maður tekur það þann pólinn líka. 100%. 100%. Og við þurfum bara að koma svo seðlunum út. Já. Og henda því öll í gang. Þannig annars bara verðum við verðum live á Twitch á 5. Fimmtudaginn, svo verðum við hérna í... Næstu viku vonandi. Svo verðum við hérna í NLG, held ég, 28. Já, og með undanúrslitin. Já. Vá, heyrðu þetta. Undanúrslitin. Með undanúrslitin, allavega annarkvort leikinn. Já. Ef ekki báða. Já. Og reynum að gera eitthvað í kringum þetta. En betur, verða undanúrslitin ekki spilið hérna líka? Í Next Level Gaming? Nei, ég held ekki. Það var þannig að reyna að segja, sko. Nei. Nei, held ekki. Nei. Það var ekki bara úrslit. Held að það bara er úrslit. Ég man það ekki. En það var alltaf eins og alltaf, var alltaf undanúrslitin tekinn, sko. Hvort það hefur verið að deginum undan. Það hefur verið þá... Ég man það ekki. Laugardagur, sunnudagur, held ég. Ég man það ekki. Það kemur í ljós. En við allavega verðum þá með sýnum frá þessu. Þannig að þið bara kíkið á allavega á okkur á 5. á Twitchinu. Já. Og við reynum svo að taka eitthvað meira upp kannski. Við þurfum að fara yfir Kraká-ferðina. Við hefum Kraká alveg inni, sko. Svo er náttúrulega ESL Pro League í gangi núna, þannig að þú ert eiginlega óvinnufær svona síðustu 2 vikur. Best að við 2 vikur eftir. Já, svo líka bara, sko, ég er búinn að segja þetta við alla sem að spila CS eða horfa á CS, sko, ef þú ert ekki búinn að prófa að fara á svona mót erlendis. Þetta er bara bucket list dæmi, sko. Þetta er geðveikt. Þetta er rosalegt, sko. Þetta er svona, já, þetta kom mér verulega óvart. Já, þetta var ógeðislega gaman, sko. Þó svo að bærinn hafi ekkert verið eitthvað frábær, sko. Nei, hótelega gott og svona. Við þurfum að fara yfir þetta í næst. Já. En annars bara tune inn á 5. og... Skal ég taka nesti líka með sér á svona viðburði. Það er allan í Pálandi. Já, ég held að það sé mjög góð hugmynd. Já. En annars þá bara þangað til næst, er það ekki? Jú. Við erum allavega búin að skauta yfir þetta. Já, erum við ekki búin að fara svona yfir það helsta, held ég? Jú. Allavega svona megnið af þessu, held ég. Já. Og ef ekki þá, svo sem... Er það bara þannig? Já. Græðum þetta næst? Yes, sir. GG.